Ok, Gunnur komið með bardaga í London í mars, bara einmitt það sem þú vildi fá. Hversu ánægður ertu með þetta er búið, þú ert komið með bardaga, þetta er ekkert vesen, þetta er ekki leita bardaga. Það var mjög þægilegt núna, við fengum bardaga bara á í rauninni nokkru vikum. Við svo tímabili leita út eins og við værum ekki að fara að fá bardaga í London. En það voru svona einhverjir sem vildi ekki berjast eins og bara vanalega. Og ég held að Leon Edwards hafi verið með einhvern andstæðing sem hefur sennilega bara púlað út eða ekki verið að berjast við hann, þannig að enda með þeir mötsu okkur saman. Leon er æfingafélagi Tom Breeze sem er komið hérna tvisvar og aftur með okkur og ég er í fínu sambandi við, þannig að það er svona smá skrítið fyrst, þú veist, í rauninni þekki ég hann ekki neitt sko, en örugglega fyrir Tom þá er það örugglega smá skrítið en þú veist, við vorum alltaf að fara að berjast á endanum og viljum báðir vera á London-kartinu og þú veist, ég ber miklu virðingu fyrir Leon, þannig að þetta er bara sport og ég er klár. En þú ert búinn að vera með Tom Breeze og Tom Breeze er að með Leon Edwards alla daga vikunar, heldur að Tom Breeze geti verið að ljóstra upp einhverju leyndarmáli með þig? Nei, ég hef litlar áhyggjur af því. Hann getur örugglega að gefa honum einhver tips og eitthvað svoleiðis, en ég held að sé ekki mikið sem þú sérð ekki á vídeo og svoleiðis. Ég hef ekki æft það mikið með Tom og já, ég held að þetta sé svolítið þannig að þú veist, það er erfitt að útskýra það er bara, þú veist, þú finnur það bara í bardaganum, sko. Pressuna og svoleiðis. En hvernig meturðu svona Leon sem andstæðing? Ertu búinn að fylgjast eitthvað með honum og hver heldur að hans helstu styrkleikar séu? Hann er svona nokkuð góður og all-rounder, sko. Hann er kannski ég held að hann komi úr striking og kickboxi eða eitthvað svoleiðis. En er heldur segur allstaðar, hefur klárað bardaga með submission og segur að skrambla upp og með fín takedown defense. Notar spörk mikið, vinstra sparkið. Hann er svona, ég myndi segja sko, hann væri svolítið svipaður og síðasti andstæðingur hvað var það svona styrkleika, þú veist, svipaður allstaðar þannig séð, en allt öðruvísi fighter hvað var það, hann er alltaf southpaw, hann er svona Oliveira var svona meira power, þessi er svona meira taktikal og tæknilegur en kannski ekki eins powerful. Síðasti bardagi hjá þér gegn Oliveira gekk náttúrulega endanum upp mjög vel en varst aðeins vankarann og varst hann smá brasi í fyrsta móti að vera kýla, heldur að Leon Edwards horfir á það og vil reyna að taka þig niður eða býstu við að hann reynir frekar að... Hann mun ekki gera það snemma sko, ef hann gerir það þá gerir hann það seinna og ef hann sér eitthvað tækifæri. Ég hugsa hann reyni að halda þessu á megninu til standandi sko. Mér finnst það mjög líklegt. En já, það getur vel verið að hann myndi reyna svona einhverju aðstöðu, reyna að ná þessu í jörðina og eitthvað svona ground and pound en mér finnst líklegt að hann sé að fara að reyna bara að halda þessu standandi og halda svona distance, hann er náttúrulega hár og með langt reach held ég, þannig að hann mun reyna að nota þú veist, það svona pikka svolítið standandi og passa náttúrulega bara að lenda ekki undir en já, við ekki mjög ljós. Og hvernig verður undirbúningurinn? Verður að mestu hér heima og myndu fá einhverja gæja hingað til að æfa með þér? Já, við verðum hérna heima og það er að koma hérna einhverjir, ég veit ekki, cirka 10 gæjar frá Dublin og annars staðar sem verða hérna núna bara komið í byrjun febrúar og verða í 2 vikur, flestir held ég. Þannig að þetta er allt saman pro-fighterar held ég, eða flest allir. Og síðan er ég náttúrulega bara komið með helviti öflugt lið hérna og mikið af southpaws, mikið af strákur sem ég get unnið með í svipari þyngd og stærð. Nú varstu síðast, þú varst í Toronto og varst aðeins að vinna með honum Jorge Spaniard Blanco. Þú ert ekki með neitt sérstaklega striking-þjálfari núna og ertu eitthvað að hugsa að fá hann inn eða vinna meira með honum? Ég veit að hann er hrikalega busy, mikið að ferðast og vinna með einhverjum
kvikmyndastjörnum, mikið í Ástralíu eða Nýja-Sjálandi eða eitthvað, með hana Thor-gæjanum. En ég búinn að vera að pötsum að segja Luca og ég fílaði bótt. Luca virkilega góður padmaður og með svona gott auga fyrir striking og gerir þetta rosalega einfalt einhvern veginn og svona clean og ég að fíla það mjög vel. Ég hef aldrei verið með svona steady padman og það, ég hugsa að þetta eftir að hjálpa mikið.